14. desember líður og sjálfsagt eru margir búnir að velja hvað þeir ætla að gefa. Sjálfsagt eru margir, og kannski margir búnir að skrifa öll þau jólakort. Kannski er það svona þykkur jólakortastaflinn í ár, kannski er það þykkari, kannski er það þynnri. Skiptir ekki máli, en að senda jólakort er mjög góður siður. Gaman, finnst okkur ekki gaman að fá jólakort? Ég held að flestum þykir það mjög gaman. Þegar við vorum á sjónum hérna gamla daga, á togarunum til dæmis, þá vorum við nú yfirleitt á sjó og jólun. Það var fyrir þann tíma sem að menn þurfti að sigla heim með skipin sín. En það var gaman, man ég, að fá jólakort að heiman. Við fengum það á í gegnum loftskeytin. Loftskeytamaður á skipunum, hann kom bara með þetta á jólunum, og þeir sem fengu jólakort, þeir bara fengu það til sín, og það var yndislegt. Ekki mörg orð, gleðileg jól og komandi gott á farsælt ár og svo framvegis, þetta er klassíska. En samt, á baku þetta var fólk sem að anmanni nógu mikið til þess að muna eftir og gera það sem þurfti að gera til að gleðja. Til þess eru kortin líka. Þau gleðja. En hvort við sendum svona stóran stafla eða bara nokkur kort, skiptir ekki máli. Aðalatriðið er að vera vakandi fyrir þessu, og þetta er eitt af því vegna þess að kristin gildi eru svo rík í þessum þjóðfélag, þó að svo hoggi í þau eins og sakir standa, að þá eru þau svo rík í hjarta mannsins að þetta bara heldur velli. En það gæti alveg farið þannig að þetta held ekki velli, þar að segja, ef ég og þú stöndum ekki í okkar vakt, minnum ekki á tilgangin, minnum ekki á Jesú í þessu öllu saman, því að hann þarf alltaf að vera það sem er efst af öllu ofalegu. Viljum við þetta? Ég veit ekkert um það, en ég veit bara hvað ég vil. Já, ég vil að þetta haldi áfram, og ef þetta hjálpar einhverjum til þess að aukast og vaksa í trúni sem ég trúi að geri, þá er þetta bara frábært mál, og þá er bara sigur mikill unnin. En þessi verk þarf að vinna, þessi verk þarf að gera, vegna þess að ef ég geri það ekki eða þú gerir það ekki, akkur skildi þá einhver annar gera það? Akkur ekki ég alveg svo hver annar? Við þurfum að vera vakandi fyrir því hvað Drottinn vill gera, hvernig hann vill hegða sínum málum og hvernig hann vill vinna verkin, og vera svo tilbúin til þess að vinna þau eins og hann gerir. Því allt svona er blessun. Og það jólin eru framundan, jólin eiga að vera tíminn sem minna okkur hiklaust á Jesú.